Við sem sagt tókum sameiginlega ákvörðun það að forgangsraða ekki þessum atriðum sem við enduðum með. Það var tekin ákvörðun það í hópnum. Þannig að við stillum þessu bara svona upp sem öllum jafn mikilvægum þáttum og við byrjum á velferðarþjónustu í Hrísey og undir þeim flokki var helst að það er þessi óskum að fá lækni einu sinni í viku, að hér verði komið á lyfjaútibúi þannig að Hríseyingar geti nálgast lyfin sín hérna heima. Þjónustu við eldri borgara þarf að efla og það var svona í mjög víðum skilningi og svo það sjúkraflutningar sem að þarf að koma í lag og koma einhverju svona reglu á það þannig að fólk getur verið öruggt það alveg saman hvernig staðan hjá Akureyrarbæ að það geti gengið að öruggum sjúkraflutningum. Svo við með punktinn menntun. Þar var svona helst þessi fjarkennsla og fjarmenntun þannig að fólk geti verið búsett í eyjunni en stundað nám annar staðar. Tölvunámskeið fyrir fullorðna þannig að Hríseyingar geti nú nota sér þessar tölvutengingar sem þeir hafa, nettengingar. Það kom sterkt fram þessi punktur að það þarf betri tengingu skólans við nærsamfélagið og það sé eitthvað sem þurfa að vinna því að efla og svo þarf að efla skólastarf í náttúrukennslu og auka umhverfisvitund bæði nemenda og annarra íbúa í eyjunni. Svo vorum við með svona yfir flokkin umhverfismál og góð umgengni og það var með ráðum gert að hafa þetta gildishlaðna orð góð þarna inn á milli því að það kannski kom svona helst fram að það hér ákveðin svæði í eyjunni sem að þarf að hirða miklu betur og mér skildist að þau séu helst í eigu Akureyrarbæjar þannig að það var nú svona stór punktur að Akureyrarbær færi fram með gott fordæmi og myndi hirða sín svæði betur. Það var mjög margir sem hefur komið inn á sorpmálin og gámasvæðin. Það þyrfti að ganga betur frá gámasvæðinu og ganga í það að jarðgerðina og flokkunina. Það þyrfti að koma aftur skikki á þau mál. Gönguleiðir, þær þarf að efla í eyjunni og svo mjög mikilvægt að það verði gert átak hér í gróðurhreinsun. Það var það kerfill og annað slíkt. Og losna við vargfugl. Þannig að það svona þessi umhverfis átök sem að þarf að gera og komið mjög sterkt fram. Og gjaldtökun ekki síst og það komið hugmyndir að á þessum miðum að það væri hægt að hafa meiri gjaldfrjálsar ferðir, kannski einhverja ákveðnar helgar og sumri eða veita fjölskyldufólki afslátt í ferjuna þannig að það mætti laða að ferðamenn í auknum mæli í styttri ferðir án þess að það kostaði svona mikið. Hvað varðar eyjuna sjálfa þá greinilegt að það vilji til að leggja áherslu á vistvænni samgöngur, vistvænar götur, jafnvel fari í einhvers konar rafbílavæðingu og minnka vægi einkabílsins og traktorsins kom fram, þannig að það eitthvað til umhugsunar. Frágangur gatna kom þarna undir og svo kom upp þessi hugmynd þjónustubíl til þess að minnka fækka bílum að þá væri hægt að hafa einhvers konar pöntun á þjónustu fyrir ferðalanga eða íbúa í og úr ferjunni sem að koma jafnvel með mikinn farangur. Og síðustu erum við með yfirflokkin verslun og þjónusta og þá það þessi bara gegnumgangandi áhersla þar að hér verði bara sem mest hægt að gera í heimabyggð og bæði versla og hafa aðgengi að þjónustu. Það þarf að bæta aðgengi Hríseyinga að stjórnsýslu og svo líka kom ríkt fram að það þyrfti að auka kynningu þannig að íbúar í eyjunni séu betur upplýstir það að hvaða þjónustu þeir geta gengið. Og svo eru margir mjög ósáttir við opnunartíma íþróttamiðstöðvarinnar þannig að það kemur þarna undir þennan þjónustudálk að það væri eitthvað sem að þyrfti að endurskoða og samhæfa meira heimsóknum í eyjuna og þörfum bæði íbúa og gesta. Þetta var svona það sem var frá okkur. En það sem var aðalega hjá okkur fyrsti punkturinn náttúrulega atvinnumál sem það það að styrkja það sem fyrir í dag. Menn var þar með byggðakvóta og ýmislegt annað sem að menn eru að tala í fiskvinnslunni, það sé grunnurinn að öllu að það sé hægt að öfluga fiskvinnslu hérna
og að það verði skoðað betur í sambandi við smáiðnað og grænan iðnað. Það svona verið að reyna að fá svona ákveðna ímynd hér í eyjunni með svona eins og hérna græna iðnað, og það lagt mikla áherslu á í sambandi við ferðaþjónustuna að efla hana með ýmsum hætti, og það talið að því að við tölum samgöngunar það næstu eftir að grundvöldurinn að góðri auka ferðamannaþjónustuna sé einmitt í sambandi við ferjuna. Og það má eiginlega segja að í hópnum að þá var mesta umræðan samgöngunar, það sem ferjuna. Það að menn haldi allavega þessum 2 tíma, hvað maður segja, 2 tíma fresti og fari eins og og menn vilja að það sé frítt í ferjuna fyrir alla, vegna þess að það hamli hér í ferðamannaþjónustunni og að fólk heimsækja eyjuna, að það sé þó nokkuð dýrt að koma hingað út í eyju, og líka það að það sé dýrt til dæmis í sambandi við eins og kvöldin að borga aukalega og einmitt annað, þannig að menn vilja fá þetta frítt til þess að auka, og menn til að það sé grundvöldurinn að því að auka hér ferðaþjónustu. En þetta voru svona 2 megin samgöngunar, allt skiptir í kringum ferjuna, og það nú Andrea kom inn og einmitt áðan sem að voru í okkar miðum. Nú fjarvinnslan að efla þessa möguleika að menn geti bæði verið í námi og vinni og reynda búið og verið í fjarvinnslu og námi. Og svo skýr byggðastefna, það var það að auglýsa betur, kannski bæði var stjórnvöldum, menn töluðu jafnvel að menn fengju eins og í Noregi að búa til dæmis eins og hér í eigin að menn fengju skattafslátt og eins og annar, en að koma þeim svolítið svoleiðis málum á, og líka það að kynna betur lífsgæðin raunverulega að búa hér í eyjunni og að gera meira úr því. Og það var ein hugmynd sem kom nú bara fram að akkur í til dæmis hvað allir margir Eyfirðingar sem aldrei hafa komið út í Hrísey. Það var alltaf gaman að gera Gallupinn og alltaf að gera könnun. Hvað var getur við sótt hérna bara á Eyjafirði til þess að fá menn til að koma út í Hrísey sambandi ferðamannastrauminn og annað. Það var eitthvað gaman að ég vissi það að 50% Eyfirðingar hefur aldrei komið til Hrísey eða meira. Þannig að við viljum bara og svo náttúrulega gæðin eins og að koma fram með sundlaugina, opnunartímann og fleira, en allavega að reyna að sýna og auglýsa hvað sé gott að búa hér í eyjunni, og líka eins og koma inn með svona alls konar þjónustu sem góð. Þannig að bara efla þetta, kynna þetta, og þetta svona það sem kom út þessum hóp hjá okkur. Takk. Sælverið. Sjáðu ekki á blaðið. Þegar við náttúrulega flokkum þetta alveg eftir bestu samvinsku hvað vorum að gera, og það er bara niðurstaðan í hópnum að framtíð Hrísey liggur í þeim náttúrugæðum sem hér eru. Hér er syndandi fiskur fyrir utan og náttúra og önnur grös með þetta nýta til uppbyggingar. Við flokkum þetta niður í 9 flokka, 9, 8. Ég ætla bara rétt að fara yfir þessar flokkar sem við fórum í, þar sem við rauðum eftir mikilvægi. Það er fiskur og önnur landgæði. Við komum inn á interneti þar sem við tengdi því þá að hér var þetta að vera í ákveðinni fjarvinnslu og verkefni sem þetta vinna á ríkin og ýmislegt annað. Við komum með ferjuna, við erum með láð því eins og komum í framhjáunum og þetta verkefnisfóringi að ferjan er náttúrulega að vera frí, og þetta er náttúrulega hamla því að fólk komi í hérna. Ég að fara með mína fjölskyldu til Hrísey, þetta kostar mér 60 skall, þetta er peningur sko. Þannig að ferjan á sjálfsögðu að vera frí. Afþreying, þetta var svona sniðmikið af barnafólki og bara hafa eitthvað svona að vera í eyjunni fyrir gesti og gangandi og sjálfsögðu íbúa líka. Það komur ákvæðamargar hugmyndir fram hinn og þess atvinnufarsinu. Hvort sem var heilsutengt eða hreinlega bara eitthvað nýtt, tölvuvinnsla, fullt af hlutum. Við horfum opinbera þjónustu, þá komum við líka inn á verkefni sem getur komið frá ríkinu, sem þá tengist við netið eða hvað sem er. Við fórum með kynningamál, en það sem er svona niðurstaðan okkur í þessu líka, að þessi vinna er bara rétt að byrja. Bak hverja svona hugmyndir liggja einhverjum 20 hugmyndir á okkar bara eitthvað 20 hérna. Og maður svona spáði hvert er framhaldið á þessari vinnu, sem er ekki alveg svona klár hvernig verður unnin í framhaldinu.
Mér þætti allavega svo í framhaldið, þó mér fær ekki mjög djúpt orðið þetta, að allavega hópstjórarnir og hugsanlega einn eða tveir úr hverjum hóp fari inn í þessa vinnu sem framhaldið. Til að þróa og bara vinna þessar hugmyndir betur og setja þetta betur úr blað. Hérna eru sko bungar af hugmyndum sem ég veit ekkert hvernig við erum unni með. Ég vil fá að sjá hvernig unni með þessa miða í framhaldið. Við erum alltaf algjörlega á því með þá hreinu að Hrísey á alveg gríðarlega mikil tækifæri inni. Að atvinnustigið náttúrulega aukist og hér fjölgi íbúðum, en þetta er ekki verkefnið eins að tekja mann, þá geti alltaf bara framlega egg sko. Samfélagið allt er að fara að fylgja öllum þessum hugmyndum saman. Þeir eru allir að vinna saman í þessu. Við horfum að ferðaþjónustuna, við höfum okkur hérna. Við töldum svona gistrýminu, þau eru svona einhvers staðar á bilinu 70 til 100. Við ætla að koma með 50 manna hópefum til Hrísey. Ég þarf að hringja sko í 10 manns til að finna út sko hvernig ég kemur þessu fólki fyrir þetta. Hérna vantar bara eitthvað unit sem ég hringi bara í og hann er alveg að hreinu hvort ég geti fengið gistingu fyrir 40. Það til. Það til? Það tími ferðamála. Gildin sem við vorum að vinna með, við flokkum þau niður í eftirtaldaflokka, Paradís, einhvern hluta vegna fékk sá flokkur langflest atkvæðin. Gott samfélag, fjölskylduvænt, heilsa og hollusta, náttúra, lífsskilyrði, sjálfbærni, lýðræði og slow travel. Og við gerðum að ganni tilraun til að búa til eina setningu úr öllum þessum gildisflokkum og kalla það. Hrísey er fjölskylduvænt samfélag, fullt af vellíðan og samstöðu, ræktar heilbrigði og hollustu í samfélagi við náttúru með sjálfbærni að leiðarljósi. Þetta er bara allt í einni setningu. En við, bursið frá því, þá komum við okkur saman grunngildi, 2 grunngildi, það er annars vegar vellíðan og hins vegar samstaða. Og það er sem sagt vellíðan af því að eyjan býr yfir friðsæld, fagurri náttúru og fögru mannlífi. Þetta er sem sagt annað af grunngildum Hríseyjar. Og hitt er samstaða af því að með henni náum við árangri, eins og nefnt var hérna áðan, það þarf alla til þess að ná árangri og hlúum hvert af öðru þegar á þarf að halda. Takk fyrir. En við flokkuðum, og við vorum að fjalla hvað við teldum að leggja áherslu á í ferðaþjónustu og við flokkum þetta upp, niðurstöðurnar voru flokkaðar upp í 4 flokka og það sem var hvað mest áherslan á, það var annars vegar markaðssetning og kynning og hins vegar möguleikar í heilsutengdri ferðaþjónustu. Og varðandi markaðssetninguna og kynninguna þá þykir okkur að það sé ástæða til þess að vinna ákveðna greiningarvinnu, rannsóknarvinnu, skilgreina markhópa, sömuleiðis að gera meira úr heimasíðunni, hrísey.is eða net. Og sé einhver ákveðin þjónusta eða upplýsingarstaður þegar fólk kemur í eyjuna. Og meðal annars aðkoman þegar fólk kemur upp á bryggju og hvað er það fyrst sem að gesturinn sér, þetta er nálega þegar það komið heim til manns og maður opnar forstofuna, það er fyrstu kynning og það er það sama hérna þegar hann komið að eyjunni og upp á bryggju að þá það sem að blasir við manni, það er fyrstu kynning, þannig að það er ástæðan til þess að gera það vel, hvort sem það er að ræða hugmyndur hérna uppbyggingu á gautunni eða eitthvað annað sem að tekur á móti ferðamanninum. Svo er þetta hugmyndur uppi eins og bara að tengja eyjuna einhver leyti við fiskidaginn Mikla, alltaf þá ferðamannaströng sem kemur hérna á þeim tíma. Nú við vorum hérna með, ég kannski ekki að fara nákvæmlega í það, en það var þessi afþreying að leggja skilgreiningarvinnu í það hvað afþreying er í boði í vetur og sumar og halda utan það og koma því á framfæri. Og svo var nokkur umræða uppbyggingu á heilsutengdri ferðaþjónustu og
þá bæði átt við til að mynda sjóböð eða potta niður við sjávarmáli sem heitt vatni hjá okkur. Það getur verið hægt að koma á fót heitum pottum, annarkvort sjóvatni eða heitu vatni, og það líka hægt að tengja þetta við möguleikana sem eru hérna bara í sundlauginni. Og það var líka rætt varðandi heilsuverndar-ferðaþjónustu að bæta gönguleiðir, merkingar gönguleiða og gera meira úr því sem þið kallið orkulindina og leggja áherslu í því sambandi á mat úr Hrísey, sjávarfangið og líka lúpínan, fönnin, eggin og allt það sem hérna á staðnum. Þannig að, já, niðurstaða hópsins örleiti byggt hérna bara og við skilum á okkur í svona stikkvarðaformi og til viðbótar eru þá þessar miðarallar. Er einhver atriði sem hópurinn minn vildu bæta við? Afþreyinguna, já, sko, varðandi afþreyingu að þá vorum við að leggja áherslu á annars vegar að bæði afþreyingu sem eru boðið í veturinn og sumar að koma þeim upplýsingum á framfæri, leggja áherslu líka á náttúrugerð eins og ber eða hérna jurtatínslu. Hugmyndir voru upp golfvöll, að gera eitthvað úr því, annars vegar mínigolfvöll og golfvöll, 9 hólu golfvöll. Já. Ég heldur bara, og svo náttúrulega yfir að koma fram hérna til að mynda þetta með hvað kostar að fara í ferjuna. Það er atriði hérna sem er frítt í ferju, tíðar í kvöldferðir. Þannig að við skilum á okkur plakatinu og punktunum og ég vil bara þakka fyrir að fá að hafa haft tækifæri til að vinna þetta með ykkur og hópnum mínum. Og okkar helstu niðurstöður eru þær að það þurfum við að fara í uppbyggingu afþreyingar. Og þeir þættir sem hann Guðmundur taldi upp komu fram hjá okkur líka og við ætlum ekkert að endurtaka það. Og það var sá þáttur sem okkur þótti mikilvægast og leið þegar við byggjum upp afþreyingu fyrir ferðamanninn þá erum við að skapa atvinnu. Við settum líka hérna aðkomu að eyjunni og þá settum við ferjuna og það voru ýmsir sem settu að það væri of dýrt að koma, að ferðamaðurinn kæmi ekki að því það væri of dýrt. Síðan var það aðstæðan þegar að ferðamaðurinn er komin í eyjuna að þá vantar gistingu og það þarf að fara í það að byggja upp gistiheimili eða betri gistiaðstöðu og veitingahús. Og það voru mjög margir sem nefndu það að nýta þetta sem að eyjan hefur upp á að bjóða. Sjóinn og fisk úr sjónum og berinn og sveppina og allt þetta sem að eyjan hefur upp á. En annars var þetta bara eiginlega komið frá þeim, þetta voru eiginlega mjög svipaðir punktar. Og bara þetta var mikilvægast þess að fara í þessa uppbyggingu og afþreyingu. Og hugmyndi koma að gera Hrísey að svona jólabæ eða jólaeyju þar sem fólk geti jafnvel bankað upp á hjá íbúum og fengið piparkökur og tekið þátt í skemmtilegri jólastemningu. Já. Bara takk fyrir samstarfið. Allt á spjaldi stór. En það þannig ónotuð tækifæri í fullvinnslu sjávarfangs, ný vinnsla og tækifæri á nýjum afurðum frá umhverfisvottaðri og sérstakri eyju. Einnig sjóstangaveiði og ferðaþjónusta því tengt.
Margir afþreyingarmöguleikar eru inni, göngustígar, skíðagöngubrautir, golf, minigolf, golf og leikjakar. Töfrar og kyrrð eyjarinnar opna möguleika fyrir ýmis meðferðarúrræði á sviði geðraskana, menningarsjúkdóma, heilsueflingar og skammtímavistar. Ónotaðir möguleikar eru með öflugri nettengingu við eyjuna á sviði menntunar, fjarvinnslu, heilsugæslu og opinbera þjónustu. Svo mörg voru þau orð. Takk fyrir. Ég þakka kærlega fyrir að fá að vera með ykkur í dag og óska ykkur allsins besta í framhaldinu og vona innilega að þið náið að fylgja þessu eftir, þannig að eitthvað af þessu frábæru hugmyndu sem hafa komið fram hér í dag verði að veruleika í Hrísey.